Það kom upp á mjög skemmtilegum tíma að fá að gera litakort með Biko á meðan ég stend sjálf í framkvæmdum á minni fyrstu eign á Íslandi eftir 12 ára búsetu erlendis. Þegar ég gerði litaspjaldið með Biko þá vann ég með setninguna Basic er best, svolítið setning sem ég hef unnið með á blogginu á Trendnet mjög lengi, bæði í fatnaði og heimili. En ég vinn út frá þessum hvíta glans og fer svo niður í 2 tóna, gráa átt og brúna átt, en enda svo í 2 litum, þeim græna, mosa, fanugræna og 501 blár, sem er kannski ákjósanlegur fyrir þá sem vilja smá meiri liti í lífið. Í litakortinu eru 2 hvítir litir, hinir fullkomnu hvítir litir. Þeir eru gerðir til þess að við þurfum ekki að fara út í búð og fá 100 ólíka hvítar tegundir til þess að pröfa á veggina heima. Heldur getur þú fengið þessa 2 og séð hvort þú sést meira út í kaldari tóna eða hlýlegan. Ég mæli með að prófa þessa 2 og þið verðið ekki svikin. Hvítur svanur, liturinn, nafnið kemur út frá uppáhaldsfjölskyldunum minni í Danmörku. Ég hljóp alltaf annan hálftíma hring og þar var þessi fallega svanafjölskylda sem að fylgjendur mínar á Instagram voru byrjaðir að þekka jafn vel og ég. En þessi er hinn fullkomni með svona smá hlýjum tón og ég ætla að velja hann á veggina heima. Hvítur léttskýjaður er bara hinn fullkomni hvíti litur fyrir mér. Ég komst að því ég var að byrja að velja litina að hvít er svo sannarlega ekki það sama og hvít. Kaffi með klökum, hann er uppáhaldsliturinn minn í litapalettinni. Innblásturinn kemur frá lit sem við vorum með málaðan á vegg í Danmörku, þar sem ég bjó síðast. Nema ég náði aðeins að lýsa hann og hann eiginlega var svona, já, að mínu mati bara fullkominn. En þetta er litur sem er nánast eins og svona góður kaffibolli með klökum sem ég myndi að sjálfsögðu fá mér á góðum sumardegi. Grár hversdagsleiki, það er mjög fyndið að velja kannski það nafn á litinn, en hann er mjög klassískur og tímalaus og passar fullkomlega með hvítum léttskýjum að mínu mati. 501 blár innblásturinn kom frá uppáhalds gallabuxunum mínum, vintage gallabuxum sem ég hef notað í mjög mörg ár, alveg mörg ár. En þar næ ég fram þessum svona retro bláa lit sem er eiginlega bara alveg fullkominn að mínu mati. Smá svona þetta Basic er best, þetta er litur sem dettur aldrei úr tísku og ég held að hann geti lifað mjög lengi á heimili eins og í þessum gömlu gallabuxum sem ég elska svo mikið. Fanugrænn, nafnið kemur frá uppáhalds dönsku eyjunni minni sem var mjög stutt frá þar sem ég bjó í Danmörku. Margir af lesendum mínum á Trendnet hafa eflaust séð margar myndir teknar frá þessari rómantísku eyju sem ég mæli með sem flestir heimsæki. En í þessum lit náði ég einhvern veginn að sameina svolítið náttúruna, en hann endaði í að vera svona blanda af ólífugrænum og íslenskum mosa að ég held. Allavega vorum við alveg sérstaklega ánægð með útkomuna.